Donni Sigurðsson, þjálfari Þorkáa. Donni, áður en við byrjum að verkefni morgundagsins sem er leikur á móti nýliðum HK Víkingi, þá gerðu þau góða ferð í Grindavíkum í fyrstu umferð 5-0. Það var sætt. Já, það var mjög sætt. Það var góður sigur, góður leikur okkar hálfu og sköpuðum urmulega færum og hefðum getað skorað. Já, við hefum getað skorað svona 10-12 mörk í leiknum en 5, ég er mjög ánægður með 5, það var frábært og það sem var aðalega til leiknum var að halda hreinu og það tókst, ég er mjög glað með það. Sandra sagði mig í uppbytunarviðtalinu að hún væri alveg í fantaformi, þar að segja Sandra María, hún sýndi það, tók þrennu. Já, klárlega og stóð sér mjög vel og hefði klárlega hæglega getað skorað svona 3-4 viðbútt en laðið mark og auki og hún bara stóð sér mjög vel í þessu leik og allt lið í rauninni, héldum boltanum frábærlega og létum að ganga vel milli kanta, sérstaklega í seinni hálfleik þegar við vorum búin að átta okkur aðeins á hinu liðinu því að það kom okkur aðeins óvart og spiluðu aðeins öðruvísi í kerfinu byggast við þannig að við tókum pínu tíma aðlagast en það tókst alveg frábærlega í seinni hálfleik en það röðum mörkunum með þá. Þær voru greinilega með það á bakfyrir hvernig fór í fyrra þarna í 17. umferðinni. Já, klárlega, en vissulega er þetta náttúrulega gjör breytt lið hjá Grindavík og þeir mantaði inn sína 3 sterkustu leikmenn þannig að kannski lítið að marka kannski í rauninni þeirra lið því að mantaði töluvert leikmennum hjá þeim. Þannig að þeir fóru 3 fyrir miðju held í leiknum. Þannig að þetta var bara svona spurning hversu stórt þetta yrði og 5 var bara frábært. En verkefni morgundagsins, það er sem sé Íslandsmeistararnir og nýliðarnir. HK Víkingur, þeir komu óvart í fyrsta leik og unnu FH. Já, það kom mér bara líka töluvert óvart. Ekki það, ég hef ekkert séð HK Víking spila nema þennan síðasta leik og en FH hafa verið gegnum tíðina nokkuð öflugt lið og vinna þær í fyrsta leik, frábært hjá þeim og ég býst við bara hörku leik á morgun frá mjög svona spræk og skemmtilega HK Víkingsliði því að þær eru bara með flotta leikmenn innan sína raða og eru að bæta við sig núna einum landsliðsmanni erlendis frá og þannig að þetta verður bara hörku leikur frá fyrstu mínútu og við þurfum að mæta klárar. Sigurinn gefur þeim klárlega byrjundi báða vengi. Já, þetta er engin spurning. Það kemur svona upp deild og fær sigur í fyrsta leik á heimavelli á móti liði sem að þú átt kannski ekki endilega að vera að vinna. Þá eflistu alveg hrikalega og svo náttúrulega gírast þeir ennþá meira upp að spila mot okkur og morgun. Það er alltaf auðveldara fyrir heiliðin að mótivera sig þegar að spila mot okkur þegar við erum náttúrulega langbæsta liðið þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig þær koma en aðalatriðið hvernig við komum til leiks. Donni, við ætlum að sömari byrjar bara í blíðunni fyrir norðan í Bogan. Já, bara frábært. Við byrjuðum Það er alltaf logn og gott yfir þar. Já, það er alveg logn. Við vorum að spila í helvítis rokki og skýta kuldaði núna á móti Grindavík. Þannig að það verður lúna blanka logn og ekki þetta kvart yfir einu aðstæðan bara algjörlega frábærar og okkur líður vel í Boganum. Við töpum alla leik í Boganum ef hvort við höfum bara okkur tapaleik í Boganum, ég er ekki viss um það. Þannig að bara við byrjum rosa spennt og kvíðum því að geta, bara fögnum því að geta spila á frábærum velli og ég er bara svo sem byrjum spennt að geta spila á græsvöllunum okkar bara í næsta leik á eftir. Og allar stelpurnar klárar? Já, bara ótrúlega flott stand á liðinu og ekki einasta leikmaður meiddur fyrir utan auðvitað heilinu. Þannig að það er engin svona smávægileg meiðsli að þjaka einni neitt, þannig að þetta er bara ótrúlega flott stand á þessu. Hverju er það að þakka leikmennir í svona góðu standi? Er það þjálfarinn eða er Hannes Bjarni svona rosalega góðu sjúkraþjálfari? Já, klálega þjálfararnir. Við Andri tökum þetta alltaf okkur, ekki spurning. Ég held að það sé bara að blanda á svo mörgu. Við hugsaum ótrúlega vel leikmennina, pössum álagið á þeim og þær hugsa ótrúlega vel sig. Við erum með frábæra styrktarþjálfara, mjög góð að færa á sjúkraþjálfara og það eru fleiri en Hannes sem koma að því með sig þannig að við gerum þetta bara heldur mjög vel. Við höfum ekki verið með mikið meiðsli nema einhvers konar höggmeiðsli og svo náttúrulega leiðinda krossbands sem sneri sig aðeins í grasinu en já, það hefur verið lítið einhvers konar áfall hingað til og við vonum bara að það haldi áfram. Við pössum okkar leikmenn eins og vel og við getum. Og allir klárir í slaginn og þú ert spenntur. Donni, gangi ykkur vel. Takk fyrir það, takk. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.